Snorri, þú stóðst við stóru orðin. Þú varst búin að tala um það að þú ætlaðir að nýta hana glugga í einhverjar breytingar og 7 breytingar frá síðasta leikmannahópi ef við tölum að Ísak Steinsson hafi dottið út. Hvar lá hugurinn svona síðustu daga? Var þetta hópinn? Já. Veit nú kannski... Eða bara fjölskyldumál eða? Nei, hann bara svona, hugurinn bara verið svona í heild sinni bara öllum hópnum einhvern veginn, já, það eru mikla breytingar og það eru kannski aðeins fleiri en ég ætlaði mér, einhverju svona sem heldust út svona síðustu dögum og kannski var svona komið ljós að geta ekki tekið þátt og allt góð með það, en hugurinn kannski meira að þessum hóp sem ég með, en þetta snýr líka því að ég vil fá eitthvað gott út úr þessu. Ég vil fá að sjá eitthvað, að draumastaðan var ég myndi sjá eitthvað sem ég sæi það fyrir mér að geta nýst okkur í janúar. Og það miðast svolítið við það, þetta er ekki bara tilraunastarf sem er bara til að gera eitthvað. Ég vil að menn stimpli sig inn og hvað maður að segja, á minnki bili kannski þessi leikilmenn sem er ekki og hafa kannski borið upp í leikliðsins undanfarið og kannski koma alveg til með að gera það. Þeir eru ekki hættir að vera leikilmenn þótt þeir fái frí í þessu verkefni en best væri náttúrulega bara að menn stimpli sig vel inn og að sýna þeir eigi heima þarna og ekki bara heima þarna heldur þá bara í næsta lokahóp fyrir HM. Hvaða leikmenn duttu út á svona lokametrunum? Já, Ími þarf að fara í sprautu, Viggo er náttúrulega ekki bara búinn að ná heilsu, er búinn að vera að glíma við eitthvað, Janus Daði er að spila, er samt bara alls ekki nóg góður og í rauninni spila bara leikina, gerir eiginlega ekkert þess á milli og þarf aðeins að skoða það betur og svo eru bara Ómar Elvar aðeins laskaðar, ég held ég sé ekkert að tala að mér en sem er heldur ekkert óeðlilegt á þessum tímapunkti og var bara fínt að geta gefið einn smá pásu og smá brífer og vonandi að nýtist að þeim bara í framhaldinu. Hafðirðu valið alla þessa leikmenn ef þeir hefðu verið 100% onni eða? Nei, stóð ekki til að velja alla. Og Gísli Þorgeir var til dæmis nánast búinn að ákveða það bara fljótlega í kringu 7 leikinn. Hann spilaði mjög mikið þar og planið var að hafa Janus með í þessu verkefni og tjögla þessu þannig en svo bara þarf maður líka bara að bera virðingu fyrir heilsu leikmanna og ég græði lítið á því að eitthvað pöngast of mikið í þeim eða þeir eru mæta svo laskaðir í næsta sísón líka. Er eitthvað samtal við Egyptana? Veistu eitthvað hvernig, eru þeir búin að tilkynna svona hóp og verða þeir með sitt sterkasta lið? Já, þeir eru ekki búin að tilkynna en já, ég held þeir verði bara með sitt sterkasta lið. Ég skil það eitthvað svona djöglaðis á milli leikja og að besta liði spila annan leikinn og svo öfugt en ég er svona lítið einhvern veginn að pæla í því og ég meira að allan enn sem komið er búin að vera að tekna þennan hóp upp, sjá svona hvað ég vil fá að sjá hjá þeim leikmönnum og því liði og svona hvernig ég ætla að spila það og svo bara helli ég mér aðeins í Egyptana í framhaldinu. Kemur kannski óvart að Andri Már Rúnarsson alltaf var í lokahóp á síðasta stórmóti, er ekki í þessum hópi sem er kannski hópur leikmanna sem auðvitað gefa tækifæri, einhver ástæða fyrir því? Já, hann kannski spila lítið undanfarið, er líka meiddur og þótt hann sé ekkert eitthvað illa meiddur en ég hef valið hann áður, ég veit svona nokkurn veginn hvar ég hef hann og þetta var hann mjög nálægt í að komast inn á hóp en það eru líka bara strákar eins og Elvar Ásgeir sem kannski ég hef fylgst með, við spila frábærlega í Danmörku og eins Einar Bragi sem ég langar bara aðeins að upplifa á æfingum og það er öðruvísi að horfa á það í sjónvarpinu og heldur en að fá það bara upplifa það live og það er bara, ég held sér bara hollt og gott fyrir mig líka aðeins að stækka þennan hóp. 3 nýliðar, 2 heima, Jón Bjarni og Jón Þórarinn og svo Tryggvi Þóris úti. Mér var svona smá komist þegar þið frestuðu þessum tilkynningum sólarhring á grunaði manni að þið vildi ekki vera eitthvað fíkt eða trufla undirbúning F-fagana fyrir úrslitaleikinn gegn Val. Hafði það áhrif? Já, ég bara fattaði það bara sjálfur aðeins og seint og skammast mér bara ekkert fyrir það og mér fannst það nú bara mjög eðlilegur hlutur að fresta því aðeins og ég get alveg ímyndið með það að þú ert valinn í fyrsta skipti í A-landslið að það svona hreyfa aðeins við þér. Ég vonaði að gera það og ég vildi bara ekki trufla þau því þó svona kannski fyrir mig sem valsara hefði kannski verið rosa sniðugt
en nú hafa það tíma bara til að ná sér niður og svo þurfum við líka bara að standa til því að vera landsliðsmenn og halda áfram með sína frammistöðu. Þetta hvað, Jón Þórarinn hvað, 4. eða 5. markmaður sem velur núna á stuttum tíma út greinilega leita? Já, sko, ég ekkert, það að hann sé valinn fram með okkur annan ekki af því að, að hínir hafi verið eitthvað vonlausir, alls ekki, sko, það segir sér bara sjálft að Björgvin Páll verður ekki endalaust þarna og ég veit bara hvað ég fæ frá honum og hvað hann stendur fyrir. Við höfum bara verið að prófa okkur áfram og bæði með að fá eins og Einar Baldvin og Breki á æfingar og bara kynast þeim, bara svipa kannski eins og ég var að nefna hérna áðan og mér finnst bara Jón Þórarinn að vera flottur í vetur. Það er eitthvað við hann sem ég hef gaman að, hann er bara góður og þetta hafa FA-gunni gert þetta vel svona með hann og Danna saman og djögla því vel og svo hefur hann haldið upptöknum hætti í úrslitakeppninni og mér fannst það bara eiga þetta skilið.